komið sæl. Ég er éljagangur og nokkuð vetrarlegt hjá okkur hér sunnan og vestanlands í dag og hefur nú alltaf að gera með þessar lægðir sem að voru hér annars vegar norður af landi og svo hér vestur við Grænland og hvað var það svona þróunin næsta sólarhringinn þá helst þetta minnstur nú svona nokkuð veginn áfram hjá okkur. Þessi lægð hér vestur við Grænland hún skríður nú eilítið nær landi og svona viðheldur þó þessari suðvestanátt hjá okkur á morgun og hún mun seinna meir síðan skríða hér til suðausturs og því verður áttin norðlægari þegar komið er fram í vikuna. Ekkert að sjá hjá okkur að það sé neitt að fara að hlýna. Við liggjum hér í köldu lofti og ekki að sjá neina breytingar á því hvað var að þessa viku og jafnvel fram í þá næstu. En élin sem hafa verið að koma hér inn í dag, það er svona vísbendingar upp það að þau geti orðið tíðari og meiri ákefið í þeim núna seinna í kvöld. Ég er hér með kort sem sýnir stöðuna þá á miðnætti og þá er að reiknast töluverð snjókoma í þessu á suðvesturhorninu og jafnvel svo að það muni snjóa duglega í nokkra klukkustundir og það geti valdið því að svona færð geti orðið erfið þegar líður á nóttuna og jafnvel orðið nokkuð þung færðin þá í fyrramálið. Þannig að svona fyrir fólk sem þegar að fara á til vinnu á morgun að taka það með í reikningin að hlutinni muni hugsanlega ganga aðeins hægar fyrir sig í fyrramálið hér á suðvesturhorni landsins hið minnsta. En svo sem ekkert átaka veður í þessu að öðru leyti og við sjáum að þegar komið fram á morgundaginn þá gæti nú enn élja hér á sunnan og vestanverðu landinu en tíðnin og ákefðin í éljunum verður nú engu síður minni. Úrkomi lítið á Norðurlandi en él svo sem í öðrum landshlutum og hvað var að hitan og þá viðbúið að hiti svona við ströndin allana hér sunnan og vestan til og landinu muni nú leita yfir núlið yfir hádaginn en öðru leyti erum við að tala bláar tölur. Og hæglætisveður svo sem hjá okkur svona allana víða land á þriðjudaginn en þegar líður á þriðjudaginn þá kemur þessi norðaustanstrengur hér inn þá fyrst á vestfirðina og seinna meir mun hún þetta dreifa yfir sér yfir allt landið, mun snjóa duglega úr í þessari átt á Norðurlandi og norðanverðum Vestfjörðum og á miðvikudaginn þá sjáum við að þetta svona norðaustan eða norðanátt svona víðast hvar á landinu, snjókoma víða norðan og austanlands og það gæti teygt sig bakka hér inn á suðurströndina og hugsanlega hér inn á Reykjanesið en öðru leyti á sunnan og vestan til á landinu verður nú úrkomulítið og jafnvel bjart veður þá á köflum. Og ekki að sjá að þetta breytir síðan það mikið þegar við komum lengra fram í vikuna. Við sjáum hér á fimmtudaginn svona nánast sömu vindátt í þessu hjá okkur, hitafarið nánast það sama, frost víðast hvar á landinu en það getur þó snjóað svona víðar land á fimmtudaginn eins og við sjáum hér og næstu dagar þar og eftir það er svona nokkuð veginn á svipuðum nótum og hér sýnt. En lítum þó aðeins yfir á meginlandi Evrópu og það hefur nú verið svona átök í veðrinu. Sjáum til dæmis hér á morgun á Bretlandseyjum að það er hvassviðri víða og sömuleiðis töluverð úrkoma í þessu. Morgundagur verður svona bjartur í höfuðborgunum í Skandinavíu allan að fram eftir degi á morgun en í norður og mjög sumstaðar í mið og í austur-Evrópu þar eru víða úti viðvaranir á morgun og verða flestar þá vegna hvassviðris. En niður við Miðjarðarhafið hærri loftþrýstingur og sólríkt og á Kanaríeyjum þar hafa þeir verið að glíma í dag og í gær við sandstorm en útlit fyrir að það sé nú í rénum og verði orðið prýðilegt veður á morgun. Í Norður-Ameríku þá nokkuð umfangsmikil lægð hér yfir sléttunum miklu og við sjáum að frá Houston og New Orleans og allt norður til Chicago og þar mun nú gera úrkomu og hvassviðri í tengslum við þessa lægð. Ágætisveður þó víða úti við austurströndina og það einnig síðan við þá vesturströndina og þó hitatölur séu nú svona kannski í lægri kantunum þegar þangað komið. En snjóar duglega hér hjá okkur sunnan og vestanlands í kvöld og nótt og
færðin svona getur orðið nokkuð þung og umferðin hæg í fyrramálið. Verið þið sæl.